Ég ætla að fjalla aðeins stærðfræði og reikning í tölfræði og ég ætla að reyna samfara nemendur að tölfræðin byggir ekki á flókinni stærðfræði heldur einföldum en skipulögðum útreikningum. Þetta er bara miklu meiri reikningur heldur einhver flókin stærðfræði. Og við ætlum að rifja upp helstu reikni aðgerðinar, við ætlum að kynnast summumarkinu og XI sem er mjög algengt í útreikningu í tölfræðinni. Ég ætla að fjalla svolítið uppsetningu útreikninga og þá er að ítreka mikilvægi þess að vera með skipulega uppsetningu á útreikningum til þess að auka líkunar að fáum rétta niðurstöður. Ég ætla að fjalla nákvæmni og fjölda aukastafa þegar við erum að fjalla tölur sem eru með marga stafi hægra megin við kommu. Röð aðgerða og svo ætla ég að fjalla reiknivélar stuttlega. Bókin sem við ætlum að nota í þessu námskeiði er eftir Joseph Healy. Við notum 9. útgáfu að ég best veit. Ég held að það sé ekki komið ný útgáfa þegar þessi upptaka gerð. Hún heitir Statistics, a Tool for Social Research. Við erum að vinna með 9. útgáfuna en það eru til eldri útgáfur. Ég hef kynnt mér 7. útgáfu og ég er sannfærður það að það er hægt að læra jafnvel fyrir prófið með útgáfu 7. Það er allt í henni sem er kennt í útgáfu 9 en uppsetningin er önnur, þannig að ef að nemendur kjósa að nota 7. eða 8. útgáfu, ég hef aldrei séð 8. útgáfu reyndar, þá leggst aðeins aukin vinna á þá nemendur. Ég mun til dæmis vísa í blaðsíðutal í útgáfu 9 og ég get ekki farið að finna út hvaða blaðsíðutal það er í útgáfu 7 eða 8. Þannig að ef að nemendur kjósa að nota útgáfu 7 eða 8 þá leggst aukavinna á þá ekki á kennara. Og ég held að ég hef ekki séð neitt sem að hamlar því að ná góður einkunn. Það er allt námsefni er í útgáfu 7 sem ég fer í útgáfu 9. Kaflaskiptingin er önnur og það eru önnur dæmi og það eru einhver annað ítarefni. Áður en að ég fer í næstu glæru þá ætla ég að sýna ykkur aðeins innan úr bókinni. Já, ég mun dreifa þessum glærum og auðvitað upptökunni líka, en ég mun get ekki dreift þessari ljósrit upp úr bókinni af því að það myndi vera brot á höfundarétti. En ég ætla að sýna ykkur aðeins inn í bókina samt fyrsta opnan eða innan í kápunni er listi yfir helstu formúlur sem notaðar eru í gegnum bókina. Það er enga formúlur kynntar í kafla 1 en kafla 2 eru strax örfáar formúlur og ég hef ráðlegt nemendum að bæta inn á þessa síðu það sem að passar ýmsu efni sem að þið komið til að nota oft. Það eru ýmsar töflur sem er inn í bókinni sem maður þarf ofta að fletta upp í og ég hef sett eina hér inn. Ég ætla ekki að fara nánar út í hvað þetta er en þetta er mjög mikið notað í seinni hluta bókarinnar. Og þá þegar þið mætið í próf þá prófin eru gagnapróf þar sem þið megið mæta með bókina, glósur en ekki upptöku. Þannig að það getur mjög gott að
þess vegna mjög mikilvægt að þekkja bókina vel áður en mætið próf. Geti ekki eitt dýrmætum próftíma í að kynnast bókinni, og þá svona ráð að færa hingað yfir í innan á kápuna gagnlegar upplýsingar sem við notum mjög oft. Þetta nafnið á bókinu, höfundurinn. Uppsetningin endurspeglar svolítið efni sem við ætlum að fjalla í. Við ætlum að byrja á hluta 1, lýsandi tölfræði, descriptive statistics, og þar ætlum við að mæla þar ætlum við að fjalla grunnmælingar tölfræðinar eins og hlutföll, prósentur, tíðni, töflur og gröf eða myndir, mælingar á miðsækni eins og meðaltal og miðgildi, tíðastakildi, það eru measures of central tendency. Við ætlum að fara í mælingar á dreifni eða breytileika, measure of dispersion, og svo eyðum við svolítið tíma í að kynnast normalkurfunni. Tölfræði má skipta gróflega í tvennt: lýsandi tölfræði, descriptive statistics, og ályktunar tölfræði eða inferential statistics. Og ályktunar tölfræðin hluti 2, nokkrir kaplar, þar sem við erum að prófa tilgátur, við erum að leggja mat á eiginleika í stærri hóp út frá úrtaki. Hluta 3 þá farið í samband á milli tveggja breyta. Til dæmis ef við myndum spyrja samband á milli aldurs og tekna, þá þetta bivariate, það þýðir það eru 2 breytur, og measure of association mæling á sambandi milli þá tveggja breyta. Við mælum samband á milli breyta á mismunandi hátt eftir hvers konar breytu við erum með. Þess vegna mjög mikilvægt þegar við byrjum í fyrsta hlutanum, og held að sé strax í kafla 1, að læra að þekkja mismunandi breytur. Í mismunandi breytur þá ég við eins og nafnbreytur, raðbreytur og hlutfallsbreytur. Nánar í það fljótlega. Í hluta 4 þá kynnumst við lítilega, fyrir aðeins inn í tildurlega stutt inn í þar sem við erum að skoða samband á milli 3 eða fleiri breyta, multivariate. Þá það meira en by, þá það fleiri en 2 breytur. Aðferðir til þess að greina samband á milli 3 eða fleiri breyta. Hérna það getur verið gott að kynna sér aðeins hvernig uppbyggingu hvers kafla áður maður byrjar að lesa hann. Kíkiði, renniði yfir the preface, eða veit ekki hvernig að þýða þetta, lesið þetta yfir og kynnið ykkur aðeins efnið. Það kannski óþarfi þeir sem eru með 9. útgáfa að kynna sér nákvæmlega hvað hefur breyst, en það möguleiki að nemendur með eldri útgáfu geti fengið ljósvert af þessum breytingum á milli útgáfa, gæti mögulega hjálpa þeim. Ég ætla að verja smá tíma í það efni sem undir prólog, og jafnvel þeir sem eru sleipir í reikningi, útreikningum, þá held ég að sé gagnlegt fyrir alla að fara yfir það sem þarna fjallað og rifja upp helsta aðgerðir, vegna þess að það er grátlegt að vera að fara í svolítið flóknar útreikninga í bókinni og gera mistök í grundvallar aðgerðum í útreikningum. Þannig að ég held að sé hollt fyrir alla að vera með þessar grunnaðgerðir á hreinu.
þá fer ég aftur í bókina sem sagt í glærnar. Tölfræðin eins og við fjöllum í þessu námskeiði byggir á vissulega á útreikningum eða reikningi, en hún byggir ekkert á mjög flókinni stærðfræði. Auðvitað er það umdeilanlegt hvað er flókið, en það er ekki það er ekki, við erum ekki að nota sínus eða kósínus eða slíkt. Við notum kvadratrót og annað veldi, en í raun og veru ekkert mikið flóknara eða það. Það sem að skiptir mjög miklu máli er að vera með gott skipulag á uppsetningum og dæmum útreikningum, því að þegar við erum að rekna, sérstaklega þegar dæmum verða stór og mikil, þá skiptir gríðarlega miklu máli að þetta sé allt vel skipulagt svo við séum að fá rétta niðurstöður. Þetta eru þær grunnaðgerðir sem við ætlum að nota, pluss mínus, margföldun og deiling. Við ætlum að setja tölur í annað veldi og ætlum að taka kvadratrótatölun. Á blaðsíðu 26, rómverski 26, sýnir bókarhöfundur nokkrar leiðir til þess að tákna margföldun. Ég held að sé ágætt að rifja það upp að við getum sýnt margföldun mismunandi hátt. Þetta stóra X sýnir sem að vera svona frekar sjaldgæft, en þetta er samt sést, þetta er A sinnum B, og hérna hefur hann ákveðið að skipta yfir í annan font, annan ritátt. A punktur, stór punktur B, það sem er líka margföldun. A stjarna B er líka þá margföldu A sinnum B. Tveir bókstafir hlið við hlið táknar oftast eða alltaf margföldun, og stundum eru settir svigar utanum, oftast er nú eitthvað meira flóknara inn í þessum sviga, en tveir svigar hlið við hlið þétt upp við hver aðra táknar að við margföldu þá saman. Svigar eru ekki bara til þess að auðvelda eða ekki setja til þæginda, heldur skipta þeir gríðarlega miklu máli. Svigar tilgreina röð aðgerða, og stundum getum við sett svigar til þess að einfalda okkur úrvinnsluna. Útreikninga. Skoðum aðeins eitt dæmi 5 mínus 2 innan sviga og svíinn allur í öðru veldi. Það er alls ekki það sama á 5 mínus 2 í öðru veldi. Við skulum skoða muninn. Við erum með 5 mínus 2 innan sviga í öðru veldi annars vegar, og hins vegar erum við með 5 mínus 2 í öðru veldi. Ég sagði áðan að svíinn stjórnar röð aðgerða, sem þýðir það að við þurfum fyrst að framkvæma það sem er innan í sviganum. 5 mínus 2 eru 3, og það er sett í annað veldi. 3 í öðru veldi er 9, en ef það er engin svíi eins og hér, þá setjum við fyrst 2 í annað veldi, fáum það 5 mínus 4, það er 1. Þannig að þessi útreikningur skilar okkur mjög mismunandi niðurstöðum. Við þurfum að venja okkur á það að leysa alltaf rétt út, byrja á því að reikna út í sviganum. Nokkur æfingadæmi fyrir ykkur til þess að glíma við áður en þið mætið í tíman koma á skjáinn. Já, ég mæl með að þið reiknið þessi dæmi fyrir tíman 15. september. 5 mínus 4 í öðru annars vegar og 5 mínus 4 í öðru hins vegar. Prófið líka
svíi 6 mínus 2 í öðru og 6 mínus 2 í öðru. Eitt dæmi viðbót, 10 mínus 1 og 10 mínus 1 í öðru. Þetta var í öðru. Ég legg mjög mikla áherslu á í þessu námskeiði að þegar þið eru að reikna, legg áherslu á það í kennslunni og á prófi að þið reynið að skilja hvað er að gerast, ekki bara læra þetta utanbókar og gera þetta alveg blind. Ég er ennþá að læra á þetta tæki ég þarf að greinilega vanda mig betur við að hitta á blaðið sem ég skrifa á og byrja skjánum ekki nákvæmlega sama. Reynið átt ykkur á því af hverju kemur mismunandi út úr þessu dæmi og þessu dæmi. Af hverju er þetta ekki það sama? Það er ekki sjálfgefið að þessi allstæða munur, einhverstað gæti verið að við fáum það nákvæmlega það sama út, og þá er líka ágætt að velta fyrir sér af hverju kemur sama út stundum og stundum ekki. Reyna þess að spá í kerfi sem er á bakvið, ekki bara læra aðgerðinir utan á því það er bara bæðið miklu skemmtilega að reyna átt að sjá hvað er að gerast, og það er betra nám að gegnum skilning heldur en bara utanbókar lærdómur. Aftur í glærurnar, í þessum upptökum þá mun ég hoppa svolítið mikið fram og tilbaka úr glærum yfir í eitthvað annað eftir því sem passar, og svo segi ég mun setja glærurnar með upptökunum en ekki endilega allt hitt efnið. Í tölfræðinni þá er mjög mikið þá eru bókstafi notaði mjög mikið. X er dæmi bókstaf sem við notum í útreikningum, en tölfræðingar þeir leita líka í önnur stafróf heldur við erum vön, þeir nota meðal annars gríska stafi, og í þessu námskeið þá komum við til með að nota nokkra gríska stafi, ekki það marga við þurfum að læra gríska stafróf utan að, en ég ætla að kynna fyrir ykkur grísku stafina svona jafnóðum og þeir koma. Fyrsti grísku stafina sem við notum er sigma. Sigma er bæði til í stórt sigma og lítið sigma, og við notum bæði í þessi námskeiði, litla sigma og stóra sigma. Stóra sigma er það sem við ætlum að byrja á, það er summumerkið. Þetta er stóra sigma, þetta er litla sigma. Það er skrifið á mismunandi hátt. Þetta er litla sigma hér. Já. Algengasta útgáfan, þetta er bara úr Google leit, dæmi alls konar sigmur í einhverju mismunandi samhengi. Algeng leið sem við sjáum sigma sett fram er svona, þar sem að við lesum þetta summan af öllum x-um sem við erum mælinga fyrir. Þessi þetta tákn summan af öllum x-um er mjög algeng í tölfræðinni, þannig ég ætla aðeins að fjalla nánar það hver hugmyndin á bakvið þessu til dæmis þessu er. Gefum okkur það að við séum að fjalla, sem að mæla hæð einstaklinga, og þá erum við með breytuna x sem er þá breytan hæð í sentimetrum.
segjum að nú nota ég bara einhver nöfn, algeng nöfn, Guðmundur. Þetta sé 176 sentimetrar segi ég. Anna er 162 sentimetrar. Jón er 189 sentimetrar. Árni nokkur er 171 sentimeter og Guðrún er 189 sentimetrar. Ég hef áhuga að rekna til dæmis meðalhæð þessara 5 einstaklinga og í tölfræðin þá höfum við sjaldnast sérstaklega áhuga á nöfnum þessara einstaklinga, en jú, við gætum sagt að x fyrir Guðmund er 176, x fyrir Önnu er jafnt og 162, x fyrir Árna er 171 og þá glemdi ég Jóni. X, slæmt að hafa glemt Jóni af því að röðin á að skipta máli. 189, eins og ég hef verið að tala þá skiplaði svolítið máli í útreikningum. Úps. Árni var hvað? 171. Og x fyrir Guðrúnu er 189. Þarna erum við að merkja hverju mælingu þessum tiltekna einstaklingi, en við í sjálfu sér höfum ekkert mikið áhuga á nöfnunum, þannig að við getum líka alveg sagt að bara x1 fyrst einstaklingurinn er 176, x2 jafnt og 162, x3 er jafnt og 189, x4 er jafnt og 171 og x5 er jafnt á 189. Þá er bara 550 einstaklingur, alveg óháð því hvað hann heitir. Þá er xi segir að x fyrir eitthvað tilteki getur verið 1. Ef að xi það sem er 1, þá myndi það vera 176 hérna. xi það sem er 2 er 162. Formúlan fyrir meðaltal, hún er sett upp svona. Það er x og strik fyrir ofan. Þetta er tákn fyrir meðaltalið. Það er jafnt og sigmamerki sem þýðir summa af öllum x í, stundum er þessu í sleppt, en það þýðir raun og veru summan af öllum x-um fyrir sem taka gildið 1, það sem tekur gildið 1, 2, 3, 4 og upp í hæsta sem er mælt. Í okkar tilfelli verður hæst 5 og svo deilum við með heildarfjölda mælinga sem er 5 í þessu tilfelli.
það er stærð úrtaksins eða stærð hópsins. Þannig að í einfaldu útgáfan þá er þetta þannig að meðaltalið x er jafnt og summan af öllum xum deilt með heildarfjölda mælinga. Og í námskeiðinu ætlum við bæði að læra að reikna þetta í PC-tölvu eða í með hjálp tölfræðiforritsins SPSS, og við ætlum líka að reikna þetta í höndunum eða með reiknivél. Þegar þið byrjið þetta námskeið og ef þið eigið ekki reiknivél þá ráðlegg ég ykkur að kaupa ykkur svona meðal góða reiknivél. Það þarf ekki rosalega miklar flóknar það þarf ekki miklar flóknar aðgerðir fyrir þetta námskeið. Annaveldi, kvadratrót og svigar er mikilvægt, pluss mínus margföldun og deiling ger ég ráð fyrir að sé þetta. Notið helst sömu reiknivélina frá upphafi námskeiðs og þegar þið mætið í próf. Það getur verið agalega slæmt að mæti í próf með nýja reiknivél eða reiknivél að láni sem þið kunnið ekki á. Það kemur ýmislegt upp á í nýjum útgáfur reiknivélum og sem að er mikilvægt að þið séu búin að rekast á áður en þið mætið í prófið. Það var smá vandræðar upp að koma í þessi námskeiði í fyrra þegar að kennari stóð upp á töflu með reiknivél sem var nýbúin að kaupa sér og gat ekki nema með hjálp nemanda fengið rétt á svarið. Þannig að það bjargaðist, en á prófi þá megið ekki við því að missa dýrmætan próftíma í útreikninga. Þannig að nú ætla ég að setja á pásu meðan að ég hamra inn þessar tölur og legg það saman. Ég fekk út að þetta var 887 deilt með 5, en er heildarfjöldi mælinga og það eru 5. Þess vegna er mjög mikilvægt að hafa x1, 2, 3, 4, 5 ekki sleppa til dæmis 3 af því þá myndi þá myndum við enda í 6 og það myndi gefa okkur ranga niðurstöðu og deila með 6 þegar við erum bara 5 mælingar. Þessi uppsetning að byrja að tilgreina nöfnin, hvað eru margir sentimetrar, segja svo x, þetta er óþarfa miklar snúningar. Við hefðum í raun og veru getað reikna þetta með því að setja aðeins upp tölurnar. En með því að setja upp tölurnar og leggja það saman þá getum við ekki alveg rétta niðurstöðu. En með því að hafa þessi x þá sjáum við betur hvernig við tengjum þetta við einstaklingana og hvernig þá getum við tengt þetta betur við formúluna. Því að formúlan er með tilvísun í þessa uppsetningu hér, þó svo við notum ekki uppsetninguna þegar við erum að rekna, nema kannski í kollinu. Deilt með 5 og á minni reiknivél sem er Casio 350 ES Plus, þá þarf við að íta á SD-takkan sem er fyrir ofan til þess að breyta svarinu í svona tugaprót sem ég vil. Þetta er 177,4. 177,4, þarna skrifaði ég á blaðið tvisvar af því að penni var ekki stiltur á penna. Já, við erum búin að þá að kynnast sigma-merkinu, stóra sigma, sem er tákn tölfræðinga fyrir summu, tölfræðinga og starffræðinga sjálfsagt líka. Við erum búin að kynnast aðeins hvernig þetta XI, þetta niðurskrifaða er notað í formúlum. Stundum er þessu sleppt og það þýðir þetta raun og veru bara summan af öllum X-um.
sem finnst það einfaldara, hinn finnst að hafa x ið er nákvæmara, af því það er til ýmsar aðrar útgáfur af þessar formúlu þar sem þú getur haft ýmsa tilvísanir. Það eru nákvæmni og aukastafir, röð aðgerða og neikvæðar tölur eða mínustölur. Ég held ég gleymd að setja mínustölur. Ég sem sagt gleymd að setja mínustölunar inn í efnisyfirlitið þarna fyrstu glærunni eða þriðju glærunni. Ég held ég bæti því bara við núna. Það er gagnlegt að rifja aðeins upp hvernig við vinnum með mínustölur. Ef við erum með 3, og þetta er dæmi beint upp á bókinni, plus -1, þá er það í raun og veru sama og gera 3 -1 sem er jafnt á 2. Ef við hins vegar erum með 3 -1, þá verða 2 mínusar breytast í plus, þannig að þetta er 3 + 1 sem er jafnt á 4. Tökum annað dæmi sem er ekki í bókinni en svipað, 3 - 2. Þó hér er mínus og svíi, það þýðir ekki að við séum að margfalda 3 og 2, heldur erum við að draga frá 2 - 2, þannig að 2 mínusar breytast í plus, þá er þetta 3 + 2 jafnt á 5. Ef við margföldum saman 2 tölur, og þetta dæmi er líka í bókinni, önnur mínustala 3 × 4, og ég átta mig ekki alveg á því af hverju það er sett svíið þarna utanum, en það er ein mínustala margfaldið með plustölu, það verður að mínustölu, það er -12. Sama hátt ef við erum með 3 × -4, þá er það -12, og hérna kemur ljós af hverju það er sett svíið, því að þetta hérna er ekki það sama og 3 - 4 sem væri þá -1, en þetta er þá sett hérna utan til þess að sé ljóst að sé vera margfalda saman. Þetta er nú að vera hérna aðeins fyrir utan. Þannig að þarf ég aðeins að hérna passa mig. Ef maður aðeins bakka, þá ætla ég að til þess að klara þetta standa eftir, sko, 3 innan svega sinnum -4 innan svega er ekki jafnt á 3 - 4. Við setjum svegana utan þarna til þess að vera vissum að við séum að margfaldan ekki draga frá. Og á sama hátt þá er -3, já, ég þarf að skipta yfir í penna en úr strókleri, -3 sinnum -4 eru jafnt og +12. Mínus margfaldað með mínus gerir plus, og á sama hátt þá fyrir -1 sinnum -1 er jafnt og +1. Mínus x í öðru veldi og plus x í öðru veldi gefur alltaf það sama, af því að mínusin dettur út, hann er margfaldað með sjálfum sér og verður plus. Hei, ups. Ég er sem sagt með nýjar græjur sem ég er að læra en þá á.
á sama hátt og 2 mínusar margfaldaðir saman gera plús, þá verða 2 mínusar sem annar er deilt með hinnum, það verður plús líka. Hér er 1 mínus deilt með öðru mínus, já, mínus 4 deilt með mínus 2 er jafnt á plús 2. Hér er mínus deilt með mínus sem verður að plús. Mínus 4 deilt með 2 eru mínus 2 og mínus aðeins að bakka mínus 2 spóla tilbaka aftur 4 deilt með mínus 2 eru jafnt og mínus 2. Þá ertu með plús deilt með mínus verður að mínus, mínus deilt með plús verður að mínus, mínus deilt með mínus verður plús. Þannig að það er 2 mínusar verða plús, 1 mínus verður að mínus. Næsta efni er námyndun og nákvæmni. Að námynda er mikilvægt atriði í öllum útreikningum. Eins og textin bókarhöfundur bendir á, þá er stundum eins og 2 nemendur eða kennar og nemandi reikna sama dæmi, þá fá mismunandi útkomu. Þessi mismunandi útkoma getur stundum verið tilkomi vegna þess að það er mismunandi aðferð við að námynda. Almenna reglan er sú að vera með miklu nákvæmni í útreikningum, en í loka svarinu þá er hægt að námynda meira heldur en í útreikningunum. Ég ætla að sýna ykkur hérna eitt dæmi svona klassískt dæmi hvernig námyndun getur skipt miklu máli. Ef að ég er með 1/3 pluss 1/3 pluss 1/3, ef ég legg þetta saman þá fá ég 3/3 jafnt á 1,00 eða jafnt á 1. Þetta er tiltölulega einfalt. En ef ég hefði sagt 1/3 er jafnt á 0,3, námyndaði 1 aukastaf, 1/3 er jafnt á 0,3 og 1/3 er jafnt á 0,3 ef námyndaði 1 aukastaf. Ef við legg þetta svo saman fæ 0,9. Þess að dæmið sannir sig, þá skulum við halda okkur við 1 aukastaf í öllum útreikningum. Við sjáum það að þessar 2 leiðir, þessi leið hérna, hún felur í sér raun og veru enga námyndun nema fyrir en hér. Þessi hérna, þá er mjög mikil ónákvæmni að námynda strax í 1 aukastaf hér. Þessi námyndun hér, að segja 1/3 sé eftir 0,3, veldur því að við fáum raun og veru ranga niðurstöðu. Ef við hefðum sagt að 1/3 er jafnt á 0,333 og höldum okkur við 4 aukastafi í útreikningum, og 1/3 jafnt á 0,333 og hér 0,999, og ef við námyndum þessa tölu við 1 aukastaf þá fáum við 1,0, af því að þessar 9 hérna gefa okkur raun og veru námyndað að 1. Ólíkt þessar aðferð hér
þá þegar við erum mjög gróf í námyndun með því að námynda svona snemma í úrvinnslunni, þá erum við að safna upp villu sem hefur áhrif á niðurstöðuna hér. Þannig að lykilatriði er verið nákvæm í úrvinnslu, verið duglega þegar maður námynda í lokasvarinu nokkuð vel, og svona hversu mikið er í lagi að námynda lokasvarið. Það er engin almenn regla, en samt það er algeng þumalputtaregla að birta 3 stafi sem skipta máli. Með prósentur, þegar við erum að fjalla prósentur sem að ná frá 0 upp í 100%, og við erum að tala hlutfall einstaklinga sem er kannski 22,5. Almennt þá 3 stafir sem skipta máli er svona þumalputtaregla. Ef við erum að kaupa íbúð, þá sjáum við ofta að það verði upp á 23,2 milljónir. 3 stafir sem skipta máli, það er 20 miljón, einingamilljón og 100.000 kallar. Annað tæknilegt atriði sem er ágætt að koma að hér, það almennt í útreikningum og svörum á prófi, segjum að við séum með hérna, við skoðum hérna spurninguna hvernig námyndu við. Áðan þá gerði ég ráð fyrir að við kynnum öll að námynda, en það er kannski alltaf að rifja þau upp að ef við tek beint upp á bókinni, segjum að við séum með tölu 23,346 og við ætlum að námynda í 2 aukastafi, ef það er markmiðið hjá okkur. Þá skoðum við þá tölu sem er næst á eftir þeim aukastaf sem við ætlum að halda. Ef við ætlum að halda 2, þá skoðum við 3. Og ef að þessi tala er 5 eða hærri, þá hækkum við þetta upp. Þannig að ef við námyndum 23,346 upp í 2 aukastafi, þá er 23,34, nei 35 afsakið. 3,5. Við tökum hitt dæmið í bókinni, ef við erum með 23,343 og ætlum að námynda það í 2 aukastafi, þá kíkjum við hvort að stafinu hér næstur við 4, eða sem sagt hægra megin við þann aukastafi sem ætlum að halda. Ef hann er lægri en 5, þá námyndum við niður. Þá er þetta 23,34. Þetta er einfaldar leiðin við námyndunina. Aftur þá ítrykka ég að við þurfum að passa okkur á því að vera nákvæm í útreikningum, en svo námyndu við passlega mikið í lokaniðurstöðinni. Þetta er dæmið það að við höfum verið með of grófa námyndun, þegar þessi námyndun er líklega betri, en auðvitað er náttúrulega best þegar það er hægt að vinna með almennu brotin, þá námyndast ekki neitt fyrir í lokin. Röð aðgerða skiptir gríðarlega miklu máli í öllum útreikningum. Sem dæmi, ef við erum með 2 pluss 3 sinnum 4. Almenna reglan pluss og mínus skipta liðum er alltaf í gildi. Þannig að sem þýðir það að plúsin hér, þessi plús, skiptir þessu í 2 liði, í 2 pluss 3 sinnum 4. Á
þá myndum við segja 12 og 2, þá er þetta 2 pluss 12 sem er jafnt og 14. Ranga leiðin væri að leggja saman 2 pluss 3 og margfalda það með 4. Þannig að 5 sinni 4 er 20, 20 væri rangt svar. 2 pluss 3 sinnum 4, það má, þannig hef ég farið út fyrir blaðið, 2 pluss 3 sinnum 4, það má aðstoða okkur með því að setja sviga þau þá liði sem við ætlum að framkvæma fyrst. Ef við erum hins vegar með 2 pluss 3 innan sviga sinnum 4, þá ber okkur að reikna fyrst úr svigunum, fá 5 margfaldað með 4 og þá er rétt að svari 20. 2 pluss 3 sinnum 4 er ekki jafnt og 2 pluss 3 innan sviga sinnum 4. Þetta hérna eru 2 ólíkar stærðir, annað gefur okkur 14, hitt gefur okkur 20. 14 hér, 20 hér. Það er að setja þetta upp í ákveðna reglu, það eru fleiri aðgerðir sem þarf að huga að. Fyrst rætur og veldi, 2 margföldun og deiling. Deiling átt að vera, 3 er pluss og mínus. Mínus. Svigar geta þá svo breytt þessari röð. Þannig að við þurfum alltaf að huga svigunum fyrst. Sko, af því að svigar geta verið með mismunandi staðsendingum, þá er ekkert að raða þessu þarna inn nema mögulega mætti segja að svigar séu, það ekki þurfa að gera fyrst það sem er í sviga. Jæja, fyrir næsta tíma þá er mjög gagnlegt fyrir ykkur að taka nokkur æfingardæmi sem flest úr blaðsíðu 31, 32, rómverkir 31 og 32, rétt á undan formlegri blaðsíðu 1. Ég ætla svona í lokin að sýna taka dæmi 2 úr þessum æfingardæmum hann í lok kaflans eða lok formálans. Því tilfelli þá ætla ég að benda ykkur á líka mikilvægt þess að vera með gott skipulag á útreikningunum. Ég ætla að taka við séum með x, y, mælingar, segjum að þetta séu prófengunir, 6, 7, 8 og 9,5. Og fyrir þessar 4 mælingar, þá ætlum við að reikna summuna af x, y, við ætlum að reikna summuna af x í öðru og við ætlum að reikna summuna af x í og það í öðru. Tölurnar sem að ég skrifaði aðeins og hátt á blaðið, það eru 6, 7, 8 og 9,5.
Sko, ef ég byrja, að því ég er að tala skipulag sem mikilvægt, þá gagnlegt að, það er alltaf flegi ferð hjá mér, að venja sig á það, við segjum að þetta séu fjórir einstaklingar, 6, 7, 8, 9, 5, að gefa hverjum einstakling ímyndaða línu 6, 7, 8 og 9,5. Núna erum við bara með eina tiltekna breytu, við gætum mögulega verið með aðra breytu hérna líka. En til að byrja með þá ætlum við að setja hérna x í öðru. 6 í öðru eru 36, 7 í öðru eru 49, 8 er öðru 64 og 9,5 í öðru, þá þarf ég að grípa til reiknivélarinnar. 9,5 sinnum 90,25. Það sem ég er að tala um skipulag er að gildin séu í línu. Þetta er fyrsta einstaklingur, þetta er annar einstaklingur, þetta er þriði einstaklingur, þetta er fjórði einstaklingur. Summan af þessum hérna tölum 6, 7, 8, 9, 5 eru jafnt og 6 plus 7 plus 8 plus 9,5 30,5. Ef við setjum tölunar í annaveldi og leggjum það svo saman, þá er þetta 36 plus 49 plus 64 plus 90,25. Það eru svo mikið sem 239,25. 239,25. Hérna sjáum við annaveldi er sett beint á x-ið. Hér er annaveldi sett á summuna. Þá tökum við summuna 30,5 og setjum það í annaveldi. 30,5 í 30,5 í öðru veldi. Og það munur vera 930,25. Óps, ég er hérna aðeins neðar, 930,25. Þannig að við sjáum að út af þessum tölum, út af þessum þremur aðgerðum sem virðast vera mjög svipaðar, fáum mjög mismunandi tölur, en það eru við að fást við mjög mismunandi hluti. Hugmyndin hérna með uppsetningunni, ef ég tek hana aðeins almennari, þá segjum að við séum með hérna, einstakling. Við bara við notum þetta í og við erum með mælingu, segjum á einkunn og við erum með einstakling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 og
segjum að þetta sé mæling á klukkutíma sem að nemendur verja í heimanám á viku, 60 tímar, 70 tímar, 75 tímar, setjum bara einhver svona eðlileg gildi, 30 tímar, 20 tímar, og einstaklingur nummer 6, hann er bara svona meðal heimanám, 65 tímar á viku. Já, hann má alveg velta fyrir sig hvað sé eðlilegt, en fyrir þetta dæmi þá setjum ég þetta svona upp. Og 7. er með 35 tíma og 18 hann er með 5 tíma á viku. Svo erum við með mælingu, segjum hvernig það bara uppsulan, á einkunn nemenda í sömu námsgrein á lokaprófi. Þessi nemandi hann fær 7, þessi fær 8,5, þessi hérna fær 8, þessi fær 8, þessi með einhvern veginn 5, 4,5, þessi með 5,0, gefið í heilum og hálfum, og þessi hérna sem hann fær bara 1,5. Og hugmyndin skipulega uppsetningu er það að hver einstaklingur fái eina línu og hver breyta fær einn dálk. Þetta getur hjálpað mjög til við útreikninga síðan meir. Númer einstaklinga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 er sumum finnst það þægilegt, öðrum finnst það algjör óþarfi, þannig að þið ráðið því alveg sjálf. Þessi uppsetning er jafnframt notuð í SPSS forritinu. SPSS forritið við kennum á það í samhliða þessum fyrirlestrum. Ég ætla aðeins að nota tækifæri að sýna ykkur það. Ef við værum með þessar mælingar hérna, þá byrjum við að fara hérna í svo kallað variable view, þar sem við tilgreinum breytuheitið, þetta er tölubreyta við fjöldi klukkutíma er ekki með aukastafi, einhvern er með einn aukastaf og það dugar að setja, og fyrir þennan 70, 75, 30, 20, 65, 35, 5, einhvern er 7, 8, 5, 8, 5, 4, 5, 8, 5, 1,5. Þarna erum við komið með uppsetningu sem svipa mjög til það sem ég var með á blaðinu áðan, þar sem að hver breyta er með dálk niður, hver einstaklingur er með sína línu. Þannig að hér er rými fyrir mjög marga breytur og það er rými fyrir mjög marga einstaklinga. Og þetta númer hérna kemur sjálfkrafa inn á sem við skrifaði á hann. Í SPSS er við mjög fljót að reikna ýmislegt sem við reiknum samt í höndunum. Þannig að meðal fjöldi klukkutíma sem þessi nemendahópur ver á viku í námsefnið er 45, en meðaleinkunnin er 5,9. Þá er þessari fyrstu upptökur lokið og við höldum svona áfram.